Verið velkomin í Hljómahöll, þar sem fullkomin aðstaða fyrir árshátíðir, veislur, ráðstefnur og viðburði af öllum stærðum og gerðum. Við þjónustum þinn viðburð frá A til Ö. Nánari upplýsingar á hljómahöll.is. Jæja, verið hjartanlega velkomin. Við ætlum að segja nokkur orð á við bjóðum ykkur í köku og eitthvað næs. Þú byrjar? Já, ég skal byrja. Velkomin á svo opnun Hjarta Ásbrúar og rétt svona til að opna þetta aðkoma íþróttahreyfingarinn að þessu þannig að svona, nokkuð áttum en aðalega svo að það var sótt styrk fyrir verkefninu í nafni IRB. Þannig að sá styrkur var samþykktur og við erum öll þetta bara mjög þakklátt fyrir það og þess vegna erum við saman komin í dag. Og við erum bara ótrúlega spennt fyrir verkefninu í heild sinni og sumrinu að hafa þetta hús opið að minnsta kosti, fram á hausti, fram á ljósanóttarlaðana. Og við erum bara mjög stolt af verkefninu. Ég ætla hins vegar að fá Hjördísi. Hjördísi ekki við. Hún ekki við, nei. Við ætlum að reyna að taka það. En þá ætla ég að fá Telmu sem verkefnastjóri og mun stýra svona þessu daglega rekstri hér í húsinu til að fara yfir þessi praktísku atriði með okkur. Kannski svona hvað verður í boði og hvernig dagskráin og... Já. Viljum við fara yfir eitthvað aðdragandi eða er þið við það? Kannski bara svona til að byrja með þá þessi styrkur sem að Guðni kemur inn á, þá það frá Barna- og menntamálaráðuneytinu og erum við afskaplega þakklátt fyrir þann styrk. En einnig Kategó og Bjartavík sem koma að þessu verkefni og að gefa okkur afnot af þessu frábæra húsnæði. Við erum búin að vera í samstarfi við fullt af aðilum í Savia, Háaleitiskóla, Fjörheima og einhverjum fleiri sem hafa komið að því að koma með húsnæði og hluti hingað inn þannig að þetta verður svona pínu heimilislegt. Keflavík og Njarðvík eru með knattspyrnu og körfuboltaæfingar fyrir krakka og Rauði krossinn með leiklistarnámskeið, já. Þannig já, bara fullt af aðilum sem koma hér saman og búa til þetta hjarta sem að við erum svo stolt af. Já, og það er líka fleira í boði í húsinu en það er allt frítt sem er í boði í sumar og er bara svolítið svona opið eins og þessar körfubolta- og fótboltaæfingar. Krakkarnir geta bara fengið að prófa og sjá hvort það sé eitthvað sem þeim finnst skemmtilegt, sem mér finnst ótrúlega bara jákvætt og gott að leyfa þeim að prófa. Svo erum við líka með tvenns konar leiklistarnámskeið í gangi í húsinu, bæði fyrir krakka og fullorðna og svo erum við með fjölskylduopnanir fyrir fjölskyldur á Ásbrú, óháð aldri bara og krakkarnir með að mæta einir eða með foreldrunum og foreldrarnir einir án barnanna, það er bara allir gangur á því. Og við viljum vera þetta hjarta sem að fólkið hér á staðnum getur leitað til og bara liðið vel og komið í kaffibolla, í spjall, bara að spila, sama hvað það er. Þetta á að vera svona, gríðarstaður í sumar. Og já, ég kannski glemt að koma inn á það er líka mjög hreykin að það eru fjölskyldumorgnar líka á föstudögum foreldramorgnar á föstudögum sem eru fyrir fólk í orlofi. Þannig að það getur komið hérna með litlu börnin sín, krílir og haft að nota þetta með öðrum foreldrum. Þannig að það er mikið að vera og ennþá rými líka til þess að bæta ykkur við, þannig að ef við fáum hugmyndir þá getur alltaf að koma til mér og spjalla. Ég er alltaf bara tilbúin í að taka út öllum hugmyndum. Þannig að já, var það eitthvað fleira? Nei, bara gera svo vel. Ég held ekki, já, bara gera svo vel og við með endilega að spjalla við til það er. Hvað ætlið að gera hérna í Hjarta Ásbrúar? Það verður ýmislegt í boði. Það er meðal annars opin hús fyrir fjölskyldur og líka fyrir 8. og 10. bekk, mismunandi opnanir. Svo erum við með foreldramorgna, við erum með, það eru ýmsir aðilar sem að fá afnot í raun á húsnæðinu. Þá utanaðkomandi aðilar eins og fótboltinn frá Keflavík er hérna með námskeið fyrir utan og þau geta verið hérna í húsinu líka. Og svo erum við með körfuboltann frá Njarðvík sem eru hérna líka, það er körfuboltavellir hérna við hliðina á þar sem að þau geta æft sig og einmitt líka með afnotahúsnæðinu og svo erum við með líka leiklistarnámskeið hérna, bæði fyrir fullorðna og börn í sumar. Er þið mörg sem eru að koma að þessu starfi? Í raun ekki, það er smá ég bara sem er að
stýra þessu öllu og sjá opnanirnar og svoleiðis. En svo eru þessir aðilar sem eru að fá afnot af húsnæðinu, þau eru líka að sjá og halda utan sína viðburði. Þannig að það er bæði flotinn sem er flakkandi félagsmiðstöð frá fjörheimum og svo einmitt þessir aðilar Njarðvík og Keflavík og líka það sem heitir Samfélag fyrir öll sem er samstarf við Rauða krossinn, það sem þau eru hérna með leiklistanámskeið. Þannig að þetta snýst kannski mest þá líka að virkja bara þau sem ætla að koma í að gera eitthvað skemmtilegt og að draga að sér fleiri. Já, það er í raun bara markmið með þessu að skapa hjarta, einhvern stað fyrir íbúa á Ásbrú til þess að koma saman, hafa það notalegt, saman hvort það sé bara til þess að koma í kaffibolla eða spjalla, spila eitthvað eða sækja viðburðina sem í boði. Þannig að já, í raun bara þvert á aldur, þvert á allt? Þvert á allt, já. Bara fyrir öll sem búa hérna á þessu svæði. Bara búa til svona einhverja stemningu og einhvern stað til þess að koma saman sem er bara búið að vera þörf á. Og hvernig verður þetta opið? Það er, eins og ég segja, allir gangur á því, það er misjafnt eftir dögum, þannig að það er bara best að fara inn á heimasíðunni okkar hjartaásbrúar.com og sjá þar dagskrána. Segðu mig frá tilurð þessa verkefnis. Já, ástæða fyrir við fórum af stað með þetta verkefni að hér eru ótrúlega öflugar stofnanir sem eru að vinna að forvörnum og styðja við velferð barna og ungmenna og við sáum að hér á Ásbrú var mikið þörf fyrir að styrkja og efla og búið til samústað fyrir alla þessa aðilar til að koma saman og tvíeflast í að vernda og styðja við ungt fólk og börn. Hér á Ásbrú larra hlutfall barna og ungmenna sem eru að taka þátt í tómstundum og íþróttum. Nýlega var haldið svona samráðsverkefni þar sem börnin voru að kalla eftir því að hér vantaði einhvern stað, einhvern samverustað, einhvern stað sem þau geta verið stolt af og komið saman á og við hlustuðum á börnin og í dag erum við að gefa þeim ósk sína með aðstoð sem sagt Katego, með aðstoð Fjörheima, IRB, Ísavía, Fasteignafélagsins Björtuvík og fleiri og SSS líka og fleiri aðila. Þá erum við bara hér að búa til þennan draumastað fyrir börnin og markmiðið að bjóða þau inn, taka þröskuldan í burtu, bjóða þau inn í tómstundastarfa við félagsmiðstöðina, inn í fótbolta, gjaldfrjáls fótbolta og körfuboltanámskeið og annað og svo að leiða þau inn í samfélagið okkar enn meira í haust og draga þau inn í reglubundið starf, fjölskyldur og búa til samfélag hér. Og þið fenguð svona myndarlegan stuðning til að koma þessu verkefni á koppinn? Já, við fengum 5 milljóna króna styrk frá mennta- og barnamálaráðuneytinu. Katego hefur líka verið að gefa okkur mjög rausnarlegan styrk til þess að bæði halda úti gjaldfrjálsum fótboltanámskeiðum í samstarfi við Keflavík. Og svo erum við líka, og Njarðvík fékk líka styrk frá ráðuneytinu til þess að vera með gjaldfrjáls körfuboltanámskeið í haust. Og svo eigum við ótrúlega marga bakkjarla sem að styðja við þetta verkefni og fasteignafélagið sem á þetta hús að gefa okkur það afnotað í leigulaust. Þannig að það ótrúlega mikið af fólki sem að styðja við okkur og Ísavía hjálpa okkur að möblera upp húsið. Þannig að þetta er svona sannkallað samstarfsverkefni á svæðinu. Og hvað kemur þetta til með að standa lengi? Er þetta eitthvað svona fram á haustið eða lengur? Já, við erum með fjármögnun í 3-4 mánuði. Svo draumurinn okkar að ef það gengur vel að halda þessu áfram. Við erum þegar farin að vinna að því að styðja við það og sjá til þess að það verði og í hvað miklu magni. Markmið núna að búa til þennan stað og draga börnin svo í haust inn í þetta hefðbundna starf. En draumurinn okkar að hér verði hjarta Ásbrúar bara ókomna tíð.